Eru borgarfulltrúar beðnir að koma hér og lesa upp bókanir. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Nei. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta slapp hjá fyrrverandi borgarfulltrúa Björk Vilhelmsdóttir. Við erum hér með bókun varðandi annan liðinn og hún hljóðar svona: fulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka eindregna afstöðu gegn mannréttindabrotum hvar sem þau eru framin í heiminum. Fulltrúarnir skilja og taka undir samúð Bjarkar Vilhelmsdóttur með hörmulegum aðstæðum og erfiðleikum fólks í Palestínu. Ekki þó hægt að taka undir þá tillögu sem fyrir liggur, enda ekki sannfærandi rök að inngrip af þessu tagi skili miklum árangri. Innkaupabann mun engin áhrif hafa í Palestínu. Allra síst mun innkaupabann á vörur frá Ísrael í Reykjavíkurborg hafa áhrif á stöðu íbúa Palestínu til hins betra. Reynsla sýnir að slíkar aðgerðir loka á samskipti og útiloka farsælar lausnir. Lengi hefur verið svo hefð í borgarstjórn að fráfarandi borgarfulltrúi flytji kveðjutillögu á sínum síðasta fundi, hefur tillagan þá verið borin undir alla borgarfulltrúa að leita samkomulags. Því var ekki að heilsa í þetta sinn og það miður að þannig hafi verið staðið að tillögunni. Þessi saknaða tillaga borgarfulltrúans tengist ekki velferðarmálum þar sem mikill umbótaði þörf eins og borgarfulltrúin hefur tjáð sig nýlega. Björk Vilhelmsdóttir á að baki langa setu í borgarstjórn og býr yfir mikilli þekkingu á sviði velferðarmála en þeim hefur hún stýrt í mörg ár sem formaður velferðarráðs. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka góða samfylgd og óska henni velfarnaðar á nýjum vettvangi. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun undir öðrum lið á dagskrá fundarins. Þá kemur Greta Björg Egilsdóttir að gera grein fyrir bókun Framsóknar og flugvallarvina. Forseti og kæra borgarstjórn, við leggjum fram bókun undir fundargerð borgarráðs frá 3. september síðastliðnum lið 1 sem hljómar svo. Framsóknar og flugvallarvinir hafa ítrekað bent á að skýrsla Eflu nothæfi stuðul sé ekki fullkláruð miðað við það leiðbeiningarefni sem fylgir viðauka 14 frá Alþjóðaflugmálastofnuninni og fram kemur í íslenskri reglugerð nr. 464/2007. Það hljóta allir að telja að þessi grundvallaratriði að úrvinnsla sem varðar flugöryggismál sé unnin með lögmætum og óvéfengjanlegum hætti eins og er krafa öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Í nýsamþykktri upplýsingastefnu borgarinnar segir að ákvarðanir þurfi að byggjast á bestu fáanlegu upplýsingum og almenningur og aðrir hagsmunaaðilar þurfi að vera vel upplýstir ákvarðanir og forsendur þeirra. Það því krafa okkar Framsóknar og flugvallarvina að borgaryfirvöld einsetji sér í samræmi við upplýsingastefnuna að tryggja að bestu fáanlegu upplýsingar séu upp á borðinu þegar ákvarðanir eru teknar í tengslum við Reykjavíkurflugvöll í heild sinni. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Þá gerir háttvirtur borgarstjóri grein fyrir bókun. Bókunin samhljóða bókun borgarráði. Öryggisúttekt í Ísafjarðar lokun þriðju brautarinnar dregur fram að óhætt að loka brautinni þegar horft til viðmiða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar ICAO. Notkunarstöðull reiknast 97% en alþjóðlegt viðmið að hann ekki að fara niður fyrir 95%. Þegar mettar eru raunverulegar aðstæður byggt á nákvæmum vindmælingum, ástandi flugbrautar, skyggni og skýjahæð og raunveruleg notkun í innanlandsflugi og sjúkraflugi, nýting vallarins miðað við að þriðju brautinni sé lokað en betri eða vel yfir 98%. Lækkun nýtingar vegna lokunar þriðju brautarinnar reiknast 0,6%. Öryggisúttektin sýnir þannig fram á að ljóst að með mildunarráðstöfunum ásættanlegt að loka þriðju brautinni. Mikilvægt að það gangi eftir í samræmi við samninga ríkis og borgar þar á undanförnum árum og síðast samning Reykjavíkurborgar og ríkisins sem samþykktur var einróma í borgarráði þann 31. október 2013. Borgarfulltrúi háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Þá hefur verið gerð grein fyrir öllum þeim bókunum sem lagðar hafa verið fram á fundinum. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og slitið klukkan 18:54 og skrifarabeiðnir að koma og ganga frá fundargerð.